Hingað komin Eva Heiða Önnudóttir, sæl vertu. Þú ert kennari upp á Bifröst við háskólanum þar. Já. Og stjórnmálafræðingur. Þú hefur verið að rannsaka í félagi við Ólaf Harðarson, prófessor, íslenskt lýðræði og svona viðhorf fólks á Íslandi til lýðræðisins á þessari öld eiginlega, frá upphafi aldarinnar. Og það sem að kemur í ljós að óánægja með framkvæmd lýðræðisins á Íslandi hefur aukist mikið. Já, það sem við erum að gera sérst í þessari rannsókn, þessu erindi sem við héldum á síðasta föstudag, að skoða viðhorf Íslendinga til lýðræðis annars vegar sem hugmyndar og hins vegar í framkvæmd. Og við erum með sérst gögn úr kosningarannsóknum og könnun sem að rannsóknarmiðstöðin Háskólans á Bifröst gerði þessu ári. Og gögnin sérst ná aftur til ársins 1999 og það kemur sérst í ljós að Íslendingar þeir styðja hugmyndina lýðræði og að lýðræði sé besta fyrirkomulagi, en óánægjan hefur farið vaxandi með framganginn síðan 1999 og svo óánægja var þegar orðin töluverð fyrir árið 2008. Já. En auðvitað eykst til muna þegar var spurt núna árið 2009. Og menn eru þá að missa trú á stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka á þessu tímabili? Já, það nátengt náttúrulega framkvæmdani á lýðræði fulltrúalýðræði og framkvæmdin snýst kosningar, framkvæmdin snýst kjördæmaskipun, flokkakerfið samofið fulltrúalýðræðinu. Og það virðist vera sem að fólk hafi mist svolítið trúna á þessar stofnanir lýðræðis og það hafa komið fram eins og var mjög áberandi umræðan í síðasta vetur að fólk vildi fá ákveðnar breytingar á framkvæmdinni. Og það var að tala þætti eins og persónukjör, þjóðaratkvæðagreiðslur, jafnvel breytingar á kjördæmaskipan, stjórnlagaþing og svo framvegis. Og þetta allt merki að fólk vil fá ákveðnar breytingar og styðja samt sem áður hugmyndina. Það enginn að tala að leggja lýðræði af sem stjórnarfyrirkomulag. Nei, við trúum ekki, jafnvel þó að það séu, maður heyrir mikil ákvörð eftir sterkum leiðtogum og svona, þá það allt ennþá innan ramma lýðræðisins. En þetta byrjað fyrir hrunið. Já, og það sem við erum að velta fyrir okkur, eða spurningi sem við veltum upp í þessu erindi, svo að nátengt framkvæmduna lýðræði hugmyndin lögmæti ríkisvaldsins. Að ríkið hafi umboð frá þegnunum til þess að stjórna. Og það hafi komið þó nokkur óánægja fram fyrir árið 2008 gæti benti þess að það var jarðvegur fyrir óánægju sem fór vaxandi, en svo lengi sem allir höfða tiltölulega gott að þá fengu stjórnvöld frið til þess að starfa. En svo leið og kemur krísa eins og efnahagskreppa og stjórnarkreppa, að þá kemur í ljós að stjórnvöld hafa ekki þetta lögmæti. Þetta spurning sem við varpum fram. Já. Og það má leiða kannski líkum á því að það hafi þegar verið búin að mynda skjá á milli almennings í landinu og stjórnvalda. Já, hún orðin til fyrir hrunið að einhverju leyti. Já. Og þannig að þá jarðvegur fyrir og þetta gerir náttúrulega mönnum miklu erfiðara fyrir að stjórna ef í sína svona ástandi. Já, en þá náttúrulega líka ákveðin skilaboð til stjórnvalda að það þurfa að gera ákveðnar breytingar. Já. Og með þessar hugmyndir sem hafa komið fram varðandi persónukjör og stjórnlagaþing og annað, eins og til dæmis persónukjörið, að það virðist vera sett fram sem hugmynd sem mótsvar við stjórnmálaflokkum. Aha. Og að fólki finnir sér að stjórnmálaflokkarnir hafi ekki verið að standa sig. En ég bendi sérst á að allar þessar formgerðarbreytingar þurfa náttúrulega að vera mjög vel ígrundaðar, þannig að það þjóni því markmið að gera lýðræðið betra, gera framkvæmdina betra. Það er ekki farið bara út í einhverjar breytingar til þess að gera eitthvað, heldur að breytingin raunverulega leiði til þess að það verði úrbætur á framkvæmdina. En svo það spillingi líka, því að á þessu tímabili breytist afstaða fólks til spillingar á Íslandi. Já, það má mér sanni segja. Þegar það var spurt hversu útbreidda telur þú spillingu vera meðal stjórnmálamanna á Íslandi árið 2003, að þá voru 30% sem að töldu hana mjög eða frekar útbreidda, sem alveg næstu í þriðjungur þjóðarinnar. Já, það dálítið mikið. Já. En 2009 þá var þessi tala komin upp í tæp 80%. Það 80% sem trúa því árið 2009 að íslenski stjórnmálamenn séu spilltir. Já.
og það ekki tekin afstæða til þess við erum ekki, þetta ekki, þarf ekki endilega að vera merki sko hversu útbreidd spilling á Íslandi, heldur þetta miklu frekar afstæða fólks til þessa og þetta líka merki auki vantraust og hérna þannig að það getur verið sko að Íslendingar bara hreinlega upplifa eins og hulunni hafi verið svipt af spillingu sem búin að vera til staðar í þó nokkuð tíma. Ekki það að spilling hafi aukið svona mikið á þessum örfá árum. Nei. Og þetta ákveðin breytingu, eða bara merki breytingu á hugsunarhætti almennings hér á Íslandi. Mjög stór breyting. Svona, en samt þetta dálítið stórt hlutfall, þetta 30% hlutfall, það kannski meira maður hefði búist við, miðað við hvernig umræðan hefur verið í gegnum tíðina spillingu á Íslandi. Já, það sko svona verður bara að rannsóknarefni að fara, sko við höfum alltaf verið að deila svo mikið það hvort það sé spilling á Íslandi eða ekki. Og þetta fer eftir í hvernig spilling skilgreind og svo framvegis. Og það alltaf verður rannsóknarefni að taka Ísland betur fyrir að þessu leyti. Allar þessar svona alþjóðlegu samanburður á spillingu millilanda, þá hefur Ísland yfirleitt verið að koma mjög vel út þar. Og þetta hefur kannski verið svolítið hluti að því að við höfum sko kannski álitið að við séum svolítið sérstök hérna á Íslandi og þetta sé ekki mikil spilling og svo framvegis. En þarna komin ákveðin vísbendingum að fólk bara hreinlega íslenska orðið, það orðið svona afhuga þessu, maður getur orðað þannig. En þessi könnun sem bendir öll í þessa einu átt að það hefur, að traustið hérna hefur farið alveg svo mikið minnkandi að það hlýtur að vera mikið áhyggjuefni. Já, og þetta ákveð skilaboð til stjórnvalda og líka náttúrulega bara annarra, fræðimannanna. Þarna þurfum við að koma með innlegg og hugmyndir hvernig hægt að bregðast við og það er það sem svo mikilvægt. Hvað getum við gert? Það er alveg skýr krafa frá almenningi þarna til að við þurfum að hugsa okkar gang þarna. Eva, þakka þér kærlega fyrir að koma í þátt. Þakka þér fyrir.